flestir sem að ég var með á sjúkrahúsinu og svona þeir sem ég hef verið með á eftir, þeir eru bara farnir. Þannig að maður búinn að fara í svolítið margar jarðarfarir sem tengjast lungnakrabbameini. Í dag reykja 6-7 þúsund Íslendingar að staðaldri. Reykingar eru aðal orsakavaldur ótímabærra dauðsfalla í heiminum og hér á Íslandi líka. Við vitum það til dæmis að af þeim sem reykja að staðaldri að þá koma helmingur það bil til með að deyja af völdum sjúkdóma sem beinlínis orsakast af reykingum. Þetta eru í stærðargráðunni 12 ár sem að tapast að meðaltali hjá hverjum einstakling sem reykja að staðaldri. Og það hefur verið reiknað út að þetta eru cirka 200-300 mannslíf á ári sem eru beinlínis orsökuð af tóbaksreykingum. Og reykingar eru sjúkdómur sem veldur heilsutjóni. Við vitum hvaða sjúkdómar þetta eru. Þetta eru sjúkdómar eins og krabbamein, sérstaklega í lungum. Þetta eru hjartaáföll og heilablóðföll. Og svo langvinn lungnateppa sem að 80% hluta til orsakað beinlínis af reykingum. Reykingar valda fjölmörgum tegundum krabbameina. Þar má telja magakrabbamein, nýrnakrabbamein, krabbamein í þvagblöðru og svo ekki síst lungnakrabbamein sem eitthvað skæðasta formið af krabbamein sem við þekkjum og 90% hægt að reykja til beinti reykinga. Sko, ég var bara 14 ára þegar ég byrjaði að reykja. Hafði mikið fyrir því að byrja að reykja, sko, mér fannst það mjög kúl. Og ég byrjaði strax bara alveg að reykja. Ég var ekkert eitthvað að fikta við að reykja eða eitthvað svona. Ég byrjaði bara alveg að reykja og þá var ég 14. Og ég fór alveg gegnum þetta stríð við mömmu og þetta út af reykingunum, sko. Hún var ekkert sérstaklega hrifin af því. Og reykti alveg bara þá, alveg stöðugt, þangað til ég var 20. Þá byrjaði ég að hætta að reykja. Og eftir það svona frá því ég 20, þangað til 2006, þá var ég alltaf að hætta að byrja að reykja. Ég var með alls konar, ég var búin að fara alls konar námskeið og prófa að fara í svona nálastungur og ég var búin að prófa alls konar, sko, til að hætta að reykja. Örugglega bara allt sem hægt að. 2006 hætti ég að reykja svo alveg. Þá fluttum við erlendis til Austurríkis og það var svolítið skrítið, sko, því þá erum við flutt í land sem allir reykja og bara alveg í fínasta lagi að reykja, ekkert að því, þá hætti ég að reykja. Ég var búin að hlaupa lengi og fannst rosalega gaman að hlaupa og hljóp mikið og svo byrjaði ég að verða alltaf, fekk svona beinhimnubólgu í fæturnar. Og ég var búin að prjóna einhverja sokka og setja yfir fæturnar og ég var búin að kaupa nýja skó og ég var búin að prófa allt. Og ég var alltaf að drepast í fótunum. Og ég meira þess að fór að hlaupa námskeið. Eftir að vera búin að hlaupa alveg í mörg ár, að þá ákvað ég kannski væri ég allt í einu að fara að hlaupa eitthvað vitlaust. Það væri eitthvað að beita mér eitthvað vitlaust. Það væri þess vegna sem ég væri svona illt í fótunum. Svo ég fór aftur að hlaupa á hlaupanámskeið í fyrsta skipti. Sem var bara mjög gott, en ég gat samt sem aður ekkert hlaupið. Og þá fyrir ég að fara til læknis af því að mér var svo illt í fótunum. Og var eiginlega bara svona þannig rosalega lítið geta gengið, þó ég var að reyna samt að hlaupa. Og ég var búin að fara 6 sinnum eða ofta til læknis og það náttúrulega datt engum í hug. Þeir fundu ekkert. Ég var aldrei móð og ég fann ekkert, engin andþyngsli og engin hósti eða neitt. Það var ekkert sem tengdi þetta við það að ég væri eitthvað að lungunum á mér. Og þá náttúrulega datt engum í hug að skoða á mér lungun, ekki hér. En svo byrjuðu puttarnir að mér allir að bólna og ég kom með einhver svona klöppingfingur. Þá verða puttarnir svona eins og tennisbaðar. En maður finnur ekkert fyrir því, maður bara svona sér það. Og ég var eiginlega ekkert að taka eftir. Vinkonu mín, henni fannst ég bara með svo hrikalega ljóta putta. Hún var alltaf að segja, voðalegt með ógeðslega putta. Síðan ég stödd í Austurríki og þetta var þannig að ég stödd í Austurríki, mamma mín býr þar og hún býr upp á annarri hæð og ég bara gat ekki labbað upp tröppurnar til hennar. Og þannig að
þá ákvað við að það hlýt að vera eitthvað mikið að fótunum. Þannig að ég fer til læknis þar í Austurríki og hann sér á mig puttana og sér strax að það er eitthvað að lungunum, á puttunum. Og ég fer þar, hann tekur einhverjar svona röntgenmyndir og eitthvað og sagði mér í raun ekkert hvað væri. Heldur sagði hann bara taka þessar myndir sem hann hefði tekið og fara strax til læknis á Íslandi. Og það gekk eftir, ég fór bara strax hérna til læknis og það kom strax í ljós að ég var með illkynja fluguþekjukrabbamein í hægra lunganu og það var tekið sem sagt neðri og efri parturinn af hægra lunganu og ég uppi sitt ég með 34% lungu sem er minna eldur en margir sko. En ég er ótrúlega einhver hluta heppin að vera ekki með þessi andþyngsl. Eða þú veist, ég ber það aldrei utan á mig að þetta sé svona statusin á kerfinu sko. Ég er til dæmis svona svo heppin líka með það að ég á rosalega góða að sem á svona hjálpa mér að reyna að láta lífið vera eins eðlilegt og hægt er. Þetta náttúrulega að greinast með svona krabbamein, það náttúrulega tekur bara nokkur ár framanni. Það er bara held ég nánast, eða svo lengi sem að maður er heppin og heldur áfram að lifa. Það er ekkert allir svoleiðis. En allavega eins og fyrir mig að það náttúrulega tók þetta alveg 3 ár. Það fóru bara 3 ár í þetta. Maður þarf að horfa upp á fjölskylduna sína alveg ofboðslega hrædda þó að maður sjálfur er mjög upptekinn bara á þessu verkefni. Maður er ekki beint, eða allavega ég var ekki beint hrædd sko. Ég var meira uppteknari bara að því að takast á við það sem ég var að gera. En maður finnur í kringu sig að fólki í kringum hann verður ofboðslega, þetta er svona þannilega ekki minna erfitt fyrir það. Af því að það er að díla eitthvað sem það getur ekki neitt gert við og stendur bara svona bjargalaust á hliðarlínunni sko. Og það er rosalega erfitt að horfa upp á það. Börnin sín, þau verða svona, það er svona rosalega óvissa, þau einhvern veginn, já, það er mjög erfitt að takast á það. Mér fannst það erfiðast. Ég hef alveg hiklaust bent fólki á það og geri það alveg og ég vona einhver hlusti að segja þegar því maður er að sjá fólk ennþá reykja og ég persónulega sjálf náttúrulega fekk alls konar viðvaranir sem fólk var að segja mér þetta er hættulegt og eyðileggur á lungun og þau voru svona brún og sleipileg og ógeðsleg og eitthvað en einhvern veginn auðvitað hélt ég kem aldrei fyrir mig en það er bara eins og þannig að það er bara miklu minna mál að hætta að reykja heldur en að fá lungnakrabbamein. Það er bara svoleiðis.